Góðan daginn, þið sem eru hér í sal og líka þið sem eru heima eða í vinnunni, í streyminu. Ég heiti Hafrún Kristjánsdóttir og er deildarforseti íþróttafræðideildar Háskólans í Reykjavík og við stöndum með þessum viðburði ásamt Golfsambandi Íslands þar sem að markmið þessa hádegisstundar hjá okkur er að reyna að svara því af hverju er golfíþróttin mikilvæg fyrir lýðheilsu landsins og hvernig fellur hún inn í íþróttastefnu ríkis og sveitarfélaga. Og við erum með nokkra fyrirlesara sem ætla að reyna að svara þessari spurningu svona út frá mismunandi vinklum. En fyrstur til máls tekur Willum Þórsson sem er vissulega heilbrigðisráðherra, en ég þekki nú fyrst og fremst sem fyrrverandi samstarfsmann minn hér á íþróttafræðideild HR og afskaplega gaman að fá hann aftur í hús. Og Willum ætlar að tala stefnumörkun í lýðheilsu, forvörnum og heilsueflingu. Velkomin aftur í HR, Willum. Já, fundarstjóri, kæri fundarstjóri, ágætu gestir. Bæði þið sem eru hér í sal og í streymi. Maður neitar nú ekki tækifærin á að fá að koma hér í HR og halda smá töl. En yfirskriftin á þessu þingi er auðvitað golfið og lýðheilsan í allri sinni dýrð og ég er með svolítið langt erindi hérna. Á ég bara að tala út í eilíðina. Þetta er risamál sem lýðheilsan er og nú er ég farin að tala við salin sem er aldrei neitt sérstaklega gott en ég er svo nátengdur öllum hérna að það eru þetta hættan á maður að fara þangað en mér var líka svona að því ég er nú í þessi hlutverki heilbrigðisráðherra að tala stefnumótun og löggjöf og reglugerðir og það sem að okkur snýr að styðja við lýðheilsu efling og lýðheilsu starf í þjóðarinnar og ég vil nú bara byrja á því, svo ég gleymi því ekki, að þakka fyrir þetta framtak. Þetta er frábært. Golfið er auðvitað framkallar raunverulega allt það sem við erum að leita eftir í lýðheilsunni, talar mjög vel við stefnumörkun í lýðheilsu, en af því ég var nú að ferma síðustu helgi en yngsta af 5, þá eru mér mjög minnistæð orð sem að vinur minn sagði við mig þegar ég átti hann. Drenginn, já nú áttar það á því í hvaða stöðu út komin. Hvað segirðu, hvað mennur þú? Þú verður góður minn geymdur á stafinn í eldhúsið og þú fermir. Og þetta er búið að vera í kollinum á mér alla tíð síðan. Það bara getur ekki verið. Þannig að mitt helsta markmið í lífinu var að vera ekki geymdur á staf inn í eldhúsið þegar ég fermdi. Þetta auðvitað speglar samt ákveðið viðhorf. Ég er líka með fyrir þinginu núna frumvarp sem kveður á hækkun hámarksaldurs starfsfólks í heilbrigðisþjónustu. Það auðvitað á sér ýmiss konar myndir. En þegar og viðmiðið er 70 ár fyrir opinbera starfsmenn ekki satt, þegar þau lög fóru í gegn, þá voru lífslíkur frá fæðingu 70 ár, cirka. Ef við ættum að miða við það sama og var rökstuðningurinn fyrir þeirri tölu á sínum tíma, þá ættum við að miða við 80 ár. Og þá getum við velt í fyrir okkur hvað hefur gerst í þjóðfélaginu, hvaða framfarir hafa orðið og af hverju lifum við lengur og betur og hrassar. Við hljótum að vera að gera eitthvað rétt og við hljótum að búa við auðvitað fjölmargt sem að styður við lýðheilsu, loft og hreint vatn, en við hljótum líka að vera að gera eitthvað í öllu lýðheilsutengdu starfi, íþróttastarfi, tómstundastarfi, en við hljótum líka hafa gert eitthvað rétt þegar það kemur að heilbrigðisþjónustu sem á að vera styðjandi og á að grípa þegar við þurfum á því að halda.
Þannig að það alveg örugglega mjög margt sem við erum að gera mjög vel. Það þannig starfandi í, þetta hrundi allt þegar ég hætti að kenna í HA. Starfandi í þessu umhverfi, við tölum mjög mikið það sem miður fer, en ekki og miklu minna það sem vel gert. Ég leiti við dagskrána hérna og erindin eru mjög áhugaverð og formaður golfsambandsins skrifaði grein þetta hlutverk sem að golfið sem íþrótt, golfsambandið, getur dregið fram þegar við tölum lýðheilsun og ég þarf ekkert að segja ykkur sem eru hér í þessum sal að það þetta breiða svið heilsunar líkamlega, andlega og félagslega. Þannig að þetta nær út fyrir heilbrigðiskerfið og svo þekkjum við öll í allri umræðu það þegar við erum að styðja við lýðheilsu að þá þetta alltaf fín lína það að fara sjúkdómsvæða hluti og kerfið og faglega vinnu og eftirfylgni. Þetta klárlega lýðheilsa klárlega samvinnuverkefni þvert á fagstéttir, faghópa en ekkert síður kerfin okkar og stjórnsýslu. Og þannig verðum við að nálgast hann. Ég líka með mál inni núna fyrir Alþingi sem heitir aðgerðaráætlun í geðheilbrigðismál. Þetta risastórt lýðheilsumál. Þar erum við líka farin að átta okkur á því að við þurfum að nálgast geðheilsuna frá vöggu til grafar og horfa á hann í miklu víðara samhengi heldur en það bara bregðast við á okkar erfiðustu tímum. Þegar sjúkdómur hefur, það að segja, þegar kannski væg einkenni hafa fengið að þróast af því að stuðningurinn ekki til staðar, kerfin hafi ekki gripið, hvort sem það hinn félagslegu kerfi eða skólakerfið eða tómstundundar eða allt íþróttastarfið hafi ekki verið styðjandi við einstaklingin í geðræktin og veitt hann stuðning sem þeir gæti hindra þegar við eitthvað þróast til verri vegar. Þetta mjög gott dæmi það hvernig umræða án þess að kosta einhverju til getur elt okkar stefnumótun. Þess vegna finnst mér svona fundur svo mikilvægur. Af því að umræðan svo mikilvæg í þessu. Hún ratar inn í alla stefnumótun. Og mér langar aðeins að því að það mikil ábyrgð á okkur sem erum að starfa við þetta, starfa við stefnumótunina. Og það kemur alltaf á endanum að því fjármögnuninni. Við erum með annað mál og talandum þvert á kerfi sem hefur fengið nafnið gott að eldast. Það líka þingsályktunartillaga sem fer inn í þingi og þingi fær að grípa og við fáum að ræða og koma með umsagnir. Það mál í kjarna sínum lýðheilsu. Það mál í kjarna sínum það sem við erum að ræða hér í dag. Og af því við getum á svo fjölmörgum sviðum stutt við lýðheilsuna fyrir þennan aldurshóp sem við erum kannski að tengja við í dag, sem á svo mjög vel við. Þar erum við að ræða hvað? Stærsti þátturinn í því samþætting. Það að segja að við fáum kerfin til að tala saman. Að hindrenda sé ekki í kerfun, í stjórnsýslunni, í samvinnunni á milli sviða og hvaða aðilar eiga að koma að og bera ábyrgð á hverju sviði fyrir sig. Þar líka virkni þátturinn tekinn. Og þá gæti þetta sem við erum að ræða hér í dag, golfið sem íþrótt, sem sameinar allt þetta, félagsskapinn, hreyfinguna og allt það sem hún gerir fyrir okkur og sjúkdóma sem við erum að kljást við og tengjast lífstíl og fleiru og samveruna og allt þetta sem að lýðheilsan fjallar Þar erum við að kostnaðarmeta þá áætlun. Við erum komið með svona heildar því að allar svona áætlanir og það sem hefur skort kostnaðarmat og helst ábatagreiningu.
Ég held að það sé alveg sama hvernig við færum í ábatagreiningu til dæmis af því hvaða framlag golfið gæti haft inn í þetta verkefni. Við kemum alltaf út í plús. Og nánast allt sem við erum að meta út frá því hvaða álag það hefur á heilbrigðiskerfi, að gera ekki eitthvað á fyrri stigum, það kemur alltaf út í plús. Þannig að allar ábatagreiningar eru jákvæðar, en það þarf að gera það. Mikið til að mynda flaggaði hér að því við gerðum ábatagreiningu á það ábatastöðul eldri hóps fyrir sveitarfélög út á tekjum og gjöldum. Ábatastöðullin er jákvæður fyrir eldri hópinn, en það kostar fyrir þá sem eru yngri 67 ára, vegna þess að það liggur öll þjónusta. Og þetta þurfum við að gera í auknum mæli og þannig, og þá er ég komin að því sem ég ætlaði að segja við ykkur, þannig getum við náð betur utan um það að eyrnamerkja fjármuni í verkefni. Því að þó við getum farið alveg aftur til 95, þar sem að við erum kannski farin af í einhverju mæli að ræða lýðheilsu og mikilvægi lýðheilsu í skýrslum og forvörnum og mikilvægi forvarna. Og þetta er skýrsla sem að Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið gaf út hérna 95, Ingimar Einarsson. Við getum það er svona tímapunktur. Síðan hafa áratuginni liðið og við höfum rætt um forvarnir og mikilvægi forvarnir. Við ræðum mjög oft um það hvað er mikilvægt að börnin okkar og unglingarnir stundi skipulagt íþrótta- og tómstundastarf og við erum öll sammála um það. Og við erum ekki í nokkrum vafa þegar sveitarfélögin segja við skulum vera hérna með frístundastyrk. Síðan förum við út í lífið og tilveruna svona, og ég held að við getum alveg lengt, þetta þarf ekki endilega að vera við 18 ára, ég held að þetta þurfa að vera lengur. Síðan förum við út í lífið og tilveruna og myndum fjölskyldu og erum að gera og græja alls konar og höfum svona flest öfluga heilsu til. Sofum minna og leyfum okkur meira og getum gert þetta allt saman. Það þarf að huga þeim þætti, en það þarf líka, að því ég horfa á Janus hérna, það var svo gott að fá doktorsverkefnið hans til að staðfesta það að þetta stoppar ekkit við ákveðin aldur. Þó bætir einu ári við, þá er þetta bara allan aldurskal. Það er mjög mikilvægt. Af því að fyrstu forvarnarskýrslurnar eru svolítið svona staddar við það að við þurfum bara forverja bara framan af æfinni. Og svo öðlustu bara, mögulega reynslu og skilning til þess að passa upp á okkur eftir það. Það sem ég sé að vantar inn í þessa góðu umræðu, góðu skýrslur, er að eyrnamerkja fjármagn. Og þá erum við farin að tala um mælikvarða og allt slíkt. En það er ekki fyrir 2016 sem við samþykkjum á þingi lögum opinber fjármál. Og þá ertu komið með þennan ramma utan um stefnumarkandi ferli. Og ég sé það alveg sem að gerast í ráðuneytunum núna, að þessi stefnumótandi hugsun í gegnum lögum opinber fjármál, hún að koma inn. Ég sé það í geðheilbrigðisáætluninni kostnaðarmetin. Þyrfti að setja ábatagreiningu inn í hana, hún tímasett og við erum að vinna með það og svo fer þetta inn í velferðarnefnd og svo fer þetta inn í fjárlaganefnd. Af því að þannig getum við sagt, það er skynsamlegt að auka fjármunina hérna í þessi verkefni. Hingað til höfum við ekki náð markvisst utan um þennan þátt og ég viti að þið skiljið nákvæmlega hvað ég að fara. Það er þetta sem ég sé svo jákvæða þróun í þessu. Ég myndi segja þetta sem við erum að ræða hér í dag, sem óyggjandi, og ég ætla ekki að þylja upp hérna allan ávinningin af því að ganga jafn mikið og vera í félagskap við aðra. Og ég tala nú ekki að svona þræða keppniselementið inn í þetta og vera stefnað ykkur, bæta forgjöfuna, auka liðleikan til þess að ná sveiflunni. Þannig að þú ert komin með þetta keppniselement við sjálfan sig. Það er reyndar element sem ég reyna að læra að skilja því ég í hópíþróttunum, en þannig það. Þá fer maður að vinna markvisst og þess vegna það að golfið án vafa
ótrúlega flott verkefni inn í þetta. Þess vegna finnst mér frábært að þessi fundur eigi sér stað. Er ég búin að sprengja tíman? Ég á ræðun eftir. Þannig það, sko. Við vorum talandi að vinna markvisst. Þá settum við á stað mjög öflugan, stóran, breiðan hóp undir forystu Gauta Grétarssonar sem með erindi hér í dag og ég hafði mikinn hug á því þegar ég steig inn í þetta embætti að gera nú eitthvað alvöru í lýðheilsumálum. Af því að við erum alltaf að horfa á heilbrigðiskerfið þar sem að þetta eru risa áskoranir, viðvarandi risa áskoranir. Við heyrum þessa umfjöllun það vanti fólk, það vanti sérfræðinga og það þarf meira fjármagn. Í dag erum við með rúmlega 30% fjárlögum í heilbrigðiskerfið. Ef við tökum velferðina alla þá eru 6 af hverjum 10 krónum sem við erum að borga í skatt sem fara í velferð. Þá getum við spurt okkur, það mælikvarði á velferðarkerfið? Erum við að gera vel? Þurfum við meira? Þá kann ykkur annar að spyrja, hvað með samgöngunar? Hvað með skólana? Þeir eru nú heldur betur hluta lýðheilsunni. Samgöngur eru þeir hluta lýðheilsu? Já. Hvað með löggæslu? Hvað með skipulagið á samfélagi? Varnirnar. Þannig að það þarf að finna eitthvað jafnvægi í þetta og þá þurfum við að segja, við þurfum að draga úr álaginu á heilbrigðiskerfið og við þurfum að nýta fjármunina skynsamlega. Getum við sett meira í markvissa, uppbyggilega lýðheilsu og forvarnir? Já. Við erum að komast á þann stað með því að vinna meira í stefnumótandi umhverfi. En þá mun örugglega pólitíkin einhverjir á Austurvelli segja, heyrðu. Hvaða pólitík eftir í þessu að við ætlum bara að láta ykkur aðra sjá það hvað við höfum meira penningunum í, skiljið. En ég held að við séum algjörlega á réttri leið þarna og þessi hópur tók utan mjög margt. Þannig við vorum með stórt lýðheilsuþing núna í haust sem að dróð þetta mjög vel fram. Nákvæmlega þetta verkefni framundan að við þurfum að eyrnamerkja betur fjármuni í forvarnir, í lýðheilsu og getum þá metið hvað ávinningi þau skila. Margt vel gert, embætti landlæknis auðvitað heldur utan lýðheilsuvísana, þar eru miklar upplýsingar og við erum á rosalega góðri leið með fjölmörg verkefni. Það eins og alltaf að samfélagið á miklu hraðari siglingu heldur en kannski stjórnvöld og kerfið. Við erum ofta að koma á eftir. Þetta dæmi það. Og þess vegna eru svona fundir svona jafn mikilvægir. Þeir get ekki lagt nógu mikla áherslu á það. Og hvað ég glaður að fá að vera með ykkur. Og ég ætla að sitja hérna eitthvað áfram og hlusta á erindin. Þau eru mjög áhugaverð. En þetta stórt samvinnuverkefni, þvert á kerfi, þvert á stjórnsýslu, þvert á fagstéttir og þannig verðum við að hugsa þetta framvegin. Og ég sagði líka að því ég var að segja ykkur sögun af drengnum sem ég var að ferma. Ég myndi ekki byrja í gólfinu fyrir ég var búin að ferma allan skaran. Og nú ég búin að því að ætla við sjáumst ekki á gólfvellinu. Takk kærlega fyrir mig. Og ég góða stund hérna saman í þessum frábæra, hvað hefur við að kalla þetta? Umræðu vettvangi. Já. Takk. Jæja, takk Willum og fyrst tekur til máls, eða þar að segja fyrsti fyrirlesarinn, Willum var með hugvekju, skulum við segja. Hérna Hulda Bjarnadóttir sem forseti GSÍ. Þú fær 10 mínútur og það 1 mínúta eftir. Þetta ekki rauðaspjaldið, hvorki gulan rauðaspjaldið, þetta golfspjaldið hérna. Þannig að gjörðu svo vel, Hulda.
Mér finnst vel við hæfi, Hárún, að þú flaggir þessu fína plaggi, þessum baklingi, því að honum viljum við halda til haga. Ráðherra og kæru fundargestir. Það eru auðvitað mjög ánægjulegt að sjá hvað lýðheilsusjónarmiðin eru farin að ráða miklu í stefnumótun ríkis og sveitarfélaga, samanber það sem að viljum var að fara hérna yfir. Og stefnumótun er greinilega lykilorðið. Og kæra þakki viljum líka fyrir að taka þetta niður á mannamál og að spjalla við okkur um þetta. Þetta er okkar hjartansmál. En samkvæmt stefnu Golfsambands Íslands til 2027 þá er markmiðið að golfhreyfingin verði virkur þáttakandi í lýðheilsumálum í samræmi þá við stefnu ISÍ og leggi þar með sérstaka áherslu á þátttöku fjölskyldunar, ungmenna og eldri borgara. Og eitt þarf ekki að útiloka annað því að við erum með kýrskýra sýn á afreksmálin okkar og mótamálin, en þetta er vissulega að verða stærri og stærri partur af starfi okkar. En Golfsambandið hefur reglulega gefið út efni sem að bara sýnir jákvæð áhrif golfiðkunar á forvarnir, heilsueflingu, hreyfingu og geðrækt og óhætt að segja með þessum fundi og samtölum okkar við golfklúbbana landa allt svona undanförnu að þá erum við að setja lýðheilsuna enn frekar á dagskrá. Og það hefur ýmist verið sannað með rannsóknum, þannig að við tölum nú ekki bara út í loftið, en hér er bara sýnishorn af því hvernig R&A, Golf and Health, hefur tengt í hjartaheilsu og heilaheilsu. Steinn fer betur yfir þetta hér á eftir, en það er gaman að segja frá því að það er að vera til skemmtileg samstarfsverkefni við þriðja geirann í kringum okkur í golfsambandunum í nágrannalöndunum. Danska golfsambandi til að mynda gerði samning við samband sykursjúkra, velska sambandi gerði samstarfssamning við samtök sambærilegum hjartaheill og gerðar hafa verið tilraunir með heilsu ávísanir lækna og svo framvegis. Hér heima vinnum við með golfsambandi fatlara og getum verið stolt af því hversu öttulega er unni með þeim kylfingum og vonandi náum við bara enn frekari útbreiðslu þar. Og svo síðasta ári þá langar mig að nefna að ég kynntist starfi Hauks Dós Kjartanssonar sem er stjórnarformaður í MS-félaginu og hann hefur verið að standa fyrir árlegu MS golfmóti og þó að hreyfigetan hans minnki með árunum þá getur hann nýtt sér hjálpatækið sem að golfbíllinn er þó hann hafi ekki orku kannski að ganga marga kílómetra og getur að sveifla kylfunni og tekið það besta út úr leiknum. Þetta sem er algjörlega til fyrirmyndar og þetta veitir honum lífsgæði og það er einmitt eitt af okkar gildum í golfhreyfingunni. Og hér er einmitt góði bæklingurinn sem að ég vonandi fæ ekki að sjá, en ég ætla aðeins að tengja þetta núna stefnu GSI, ISI og til viðbótar hefur verið að vinna undanfarin 2-3 ár að markmiðunum líka sem að Sameinuðu þjóðirnar gaf út. Þannig að við höfum verið að vinna því að dýpka okkar eigin verkfærakistu með tillögum og ég ætla að nefna ykkur nokkuð dæmi hér því að heimsmarkmið nr. 3, það gefur sér kannski svolítið sjálft með heilsu og vellíðan, en þar förum við niður í aðgerðir eins og að auka upplýsingagjöf þátt golfsins í þágu lýðheilsu, að hvetja golfklúbba til að auka aðgengi að heilsutengdum vörum, tryggja aðgengi fatlara og svo framvegis. Einnig að koma golfi á dagskrá sem flestum stöðum áherslu á skólastarf, fjölskyldu og eldri borgara og þetta er komið inn á námskrá í grunnskólum landsins og að kynna sveitarfélögum og ríki jákvæð áhrif golfiðkunar og forvarnir, heilsueflingu, hreyfingu og geðrækt og svo framvegis. Og þeir sem að þekkja heimsmarkmið vita að það byggir á 3 stoðum og það er mikilvægt að átta sig á því því að þetta er efnahagslegu, félagslegu og umhverfislegu stoðirnar og við viljum gera okkur gildandi því að vera ábyrg í okkar samfélagi og styðja við efnahagslega uppbyggingu, bjóða atvinnu á svæðunum og við viljum vera framúrskarandi í náttúruverndinni og það reyndar gerum við á sumum sviðum. Hérlendis til dæmis er hæsta hlutfall lærðra grasvallastjóra, eða vallarstjóra, reyndar grasvallafræðinga líka og við megum ekki missa niður þessa þekkingu. Hér er spennandi rannsóknarstarf í gangi og útlit fyrir að Ísland hafi tekið forystu hlutverk meðal golfþjóða hvað varðar loftslagsmálin. Og það er með Carbon Par-verkefninu og það er kannski engin tilviljun að í fyrra þá voru golfvallararkitektar heimsins hér að undirrita yfirlýsingu í Reykjavík að gera betur. Þannig að þetta er svo klárt og skýrt win-win fyrir nature and man eins og Edwin Roald okkar sagði eitt sinn og mér finnst enn eiga við. En aðeins hérna að sýna ykkur mynd af stefnumótun sveitarfélags með heimsmarkmiðin að leiðarljósi. Þarna þurfum við að sjálfsögðu bara staðsetja okkur, talandi um stefnumótandi verkefni og stinga okkur inn í umræðu og fjármagn. Myndin hér sjáum við mynd af stefnumótun sveitarfélaga og þarna neðst í síunni er verkefnavall og þar þurfa verkefnin í þágu golfsins og lýðheilsunar hreinlega að koma. Og þá aðeins meira af aldursskiptingun í golfinu og tengingu okkar ágættu íþrótta við spá fjölgun elstu íbúa landsins næstu áratugina. Við erum 23.300 í hreyfingunni, talið um 30.000 manns spili sér til gamans. Og hér sjáum við þá aldursdreifingu okkar ágættu iðkenda og þeirra sem eru rúmlega helmingur iðkenda er 50 ára og eldri. Og hérna dreif ég hring utan um það.
Þannig að ég er gríðarlega stolt af því að sjá hversu sífellt fleiri golfklúbbar að halda úti heilsueflandi starfi fyrir eldri íbúa samfélagsins og stundum að vetri til líka. Og ég er stolt af því hvað sumir golfklúbbar eru farnir að staðsetja sig og marka stefnu sem íþrótta- og lýðheilsustöð. Borgarnes er einmitt byrjaði þeirri vinnu og íþróttamiðstöð GKG er náttúrulega eitt skýrasta dæmi og svo er golfklúbbur Mosfellsbæjar farið að bjóða þjónustu í íþróttamiðstöð sinni allan ársins hring. Og ég vil einmitt grípa niður aðeins í svör á síðu golfklúbbs Mosfellsbæjar af hverju klúbbarnir skilgreina sig sem íþróttamiðstöð til að gefa ykkur svona hugmynd. Hér segir, golfvöllur eru raun eitt stærsta íþróttamannvirki í hverju sveitarfélagi ef litið er til flatarmáls. Eins og önnur íþróttahús getur golfvöllur mjög illa gegnt hlutverki sínu nema að við hann sé nauðsynleg aðstaða. Og í grunninn má segja að ný íþróttamiðstöð gegnir hlutverki anddyris af því íþróttamannvirki sem golfvöllur sannarlega er. Og GKG er síðan annað dæmi að með sterkum stuðningi Kópavogs og Garðabæjar þá hafa þau byggt upp glæsilega íþróttamiðstöð með heilsársaðstöðu og núna tugum golfherma. Og það má segja að áherslan og lykil árangur hafi náðst með fókus á öflugt barna- og unglingastarf sem er eitt af flottasta í Evrópu. En það er svolítið sammerkt finnst mér að með styrki, skilning og stuðning frá bæjarfélögum að það þurfi að vera tengt barna- og unglingastarfi. Það er vissulega mikilvægur fókus enda stefnu við að hlutfall barna og unglinga undir 18 ára verði 20% af hlutfall af hreyfingunni árið 2027. Þannig að við erum engan fókus að missa þar. En talandi að hljóð og mynd þurfi að fara saman næstu árin, þá er í miðað við fjölgun og hækkandi aldur íbúa hér á landi, þá þurfum við að eiga öflugra samtal við sveitarfélög og ríki. Og við erum nú þegar að leggja ýmislegt þar að mörkum. En ég ætla að fá að nefna dæmi enn og aftur af golfklúbbnum Vestar. Þið sjáu hér vitnað í Garðar Svansson, formann Vestar á Grundarfirði. Þetta er upp úr heimsmarkmiðabæklingnum okkar. Hann er einnig í framkvæmdastjórn ISÍ og tengdur bæjarstjórnarmálum. Hann súmmera hérna upp gæðastarfið sem á ekki bara við Bárarvöll, heldur bara fleiri velli í nágrenni hans og reynar land allt þegar hann segir gríðarleg tækifæri í samskiptum við sveitarfélög með þáttöku í heimsmarkmiðunum. Og með skýrslugerð Klappa sjáum við tölfræðin, hún getur orðið áþreifanlegri í verkefnum okkar og við getum stært okkur á góðum árangri. Það er kannski lykillinn líka að við þurfum að vera mælanleg og við þurfum að taka utan okkar upplýsingar. En ég bara spyr, ég er svo stolt þegar ég les svona með dæmisögur hversu nútímalegur og framsett getur 28 ára golfklúbbur verið hér á landi og þá langum að draga fram lýðheilsuvinkilinn eins og ég séðan því á Grundarfirði þá búa 900 manns og 90 af þeim eru í golfklúbbnum. Þið sjáu það að það er nokkuð jafnt kynjahlutfall, karlarnir þó ívið eldri en konurnar og þetta er rúmlega 10% íbúa í bæjarfélaginu. Og miðað við að spáð er verulegri fjölgun elstu íbúa landsins næstu áratugi, þeirra sem 80 ára eru og eldri, en þá hljótum við að eiga möguleika á góðum samtölum í golfhreyfingunni. Og til að setja forvarnir aðeins í enn skýrara samhengi, þá fékk ég sendar tölur að 34% félagsmanna golfklúbbsins Odds eru eldri en 67 ára og gróft áætlað þá voru 247.500 km gengnir af iðkendum. Og þar er fyrirhuguð stækkun starfsvæðis og það er Oddfellóhreyfingi sem kemur þar að og þeir hafa þá sýn einfaldlega að Urriðavöllur og skipulag landsvæðis í nágrenni Urriðaholts sem fólksvangs sé eitt mikilvægasta framlag til að styðja við aukin lífsgæði og bætta lýðheilsu. Og að lokum þá vil ég grípa aðeins niður í skýrslu heilbrigðisráðuneytisins sem að sýnir kostnað ríkisins að taka við eldri borgurum inn á hjúkrunarheimili. Greining á rekstrakostnaði í hjúkrunarheimila eða launakostnaður í umönnun á rými eftir stærð heimila sýnir að það er dýrast að reka 0-20 rými og kostnaður við slíkt 10 milljónir á ári. Jafnvel allt upp í 12, 14, 15 milljónir á ári eftir landshluta og eftir hvernig litið er á það. Þannig að, hafandi sagt það og hafandi dregið það fram, að þá finnst mér að við þurfum að horfa til þeirra gagna sem að hafa verið gefin út og unnin og hér er skýrsla einmitt Gylfa Magnússonar sem að ég rýndi hans í fyrir þennan fund og mjög góður grunnur og ég heldur verðum að ræða þetta þessum nótum að við áttum okkur á umfangi og kostnaði og hvar við getum komið saman. Þannig að fyrir mér þá er eitt stærsta verkefni golfhreyfingarinnar í lýðheilsunni sannarlega það að kalla okkur lýðheilsu leikvang. Að mínum að þá verður að kynna okkur og staðsetja okkur í nærumhverfinu betur og íþróttastarfsemin er með gríðarlega fjölbreyttan iðkendahóp með ólíkar þarfir og ólíkar áskoranir. Og það er mikið rætt þjóðarleikvang fyrir inni íþróttir
og kannski væri lag að fara að tala golfið land allt sem einn stóran lýðheilsuleikvang. Þetta geti ríki jafnvel litið til og styrkt í þá heilsu forvarna og samfélagslegar ábyrgðar. Þannig að bindum mikla vonir við áframhaldandi samtöl við ríki og sveitafélög. En einnig þurfa græn svæði að þurfa að fara að rata inn í bókhald heilbrigðismála hjá sveitafélögum og ríki. En hér langar mig að lokum að grípa inn í þessa skilgreiningu hjá WHO, Alþjóða heilbrigðisstofnuninni heilsu, því að það a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Þetta mikilvægt að muna og kostirnir við allt þetta hjá okkur, það að leikvangurinn sem við getum boðið upp á, hann þegar risinn með okkar 60 golfvöllum land allt. Takk fyrir. Takk kærlega Hulda. Næstur Steinn Baugur sem íþróttastjóri Nesklúbbsins en einnig fyrirverandi nemendur okkar hér og kennari núna við íþróttafræðideildina hér í HR. Gjörðu svo vel, Steinn. Hef ég líka 10 mínútur eða? Já, ég hef verið að kenna við íþróttafræðideildina hérna einhverja áfanga, meðal annars lýðheilsufræði og mitt starf íþróttastjóri Nesklúbbsins. Og þegar við horfum ég hef haft áhuga á hvernig ég getur notað hreyfingu til þess að efla heilbrigði og vísinda fólk eiginlega sammála að þetta séu svona meginstoðir heilbrigðis og auka líkur á heilbrigðu lífi. Þau séu að 4 af þessum þáttum eru beintengdir golfiðkun. Hina getum við fengið samhliða golfiðkun. Og við vitum að hreyfingin hefur mjög góð áhrif á heilsu. Og við vitum líka að félagstengslin og margir sem halda því fram að þau séu sterkasti svona áhrifaþáttur á heilsu hjá fólki. Síðan það svona útiverið náttúrutenging sem aðeins á undanhaldi víða hjá mörgum, en hún mjög mikilvæg líka. Og síðan annað að þegar við fáum fólk til þess að glíma við áskorunir fram eftir aldri, þannig að sé að glíma við krefjandi áskorunir, þá mjög líklegt að svona vitsmunafærnin verði viðhaldist og við getum jafnvel bætt vitsmunafærni þó sem við séum komin svona á háan aldur. Og í golfinu erum við líka með alls konar þætti eins og við erum að glíma við náttúruöfl, við erum að meta vind, við erum að skoða aðstæður, við erum að skoða halla á flötum og við erum í svona ófyrirsjáanlegu umhverfi þar sem að engir 2 hringir eins. En flest sem við gerum í dag, það gerum við eftir beinni línu. Við förum út að ganga eftir gangstétt eða göngustíg. En í golfinu erum við með bara endalaust af tækifærum og möguleikum og þetta hefur mjög mikilvæg áhrif á vitsmunafærni að vera í svona, við getum kallað svona frumstæð umhverfi og hráa umhverfi sem svolítið búið að taka úr samfélaginu í dag. Þannig að ég segi að þegar við bætum þessu öllu eða tökum þetta allt saman, að þá erum við komið með rosalega marga vendandi þætti fyrir heilsu. Og ég segi og ég held að við getum sammála að það ekki mörg tækifæri í lífinu þar sem að við erum í þessu umhverfi, þar sem við komum aftur í svona þar sem að líkaminn kallar á og eins og hann þróaðist að vera á golfvellinum. Sem var áður kannski að elta ykkur og bráði eitthvað svoleiðis, en það þetta sem líffræðin okkar kallar á, að vera í þessu svona ófyrirsjáanlegu umhverfi og finna út og finna lausnir. Þannig eru margir sem hafa verið að kveikja á þessu og víða golfhreyfingar víða heim og golfsambandið verið að standa sig vel líka og það alls konar herferðir í gangi og það eiginlega bara ekkert annað í boði af því að við náttúrulega erum að sjá hærra hlutfall eldra fólks en við erum líka að sjá að yfir 2/3 dauðsfalla eru tengd lífsstílssjúkdómum sem eru þannig að taldir á einhvern hátt hefur verið hægt að fyrirbyggja að seinka með því að fólk myndi lifa heilbrigða lífsstíl. Þannig að þeir eru með þetta eldra fólk og svo eru með krakkana sem eru svolítið líka að lifa krefjandi tíma með svona þetta ákall frá símum og skjám sem að stela athygli. Þá held ég að í golfinu getum við fundið farveg fyrir alla til þess að finna sig og lifa heilbrigðu lífi. Og ekki bara komast í gegnum lífið, heldur bara svona þrífast og njóta lífsins.
Hulda, við ekki sína vídeóið? Það ekki? Já. Þetta sem sagt frá samstarfsverkefni R&D og Velska sambandsins sem að út frá þessum þáttum sem ég tala þessum svona fyrirbyggjandi heilsuþáttum eru að sýna sjónrænt í stuttu myndbandi hvernig golfiðkunin tekur okkur svolítið út úr þessum svona tækniheimi og þar sem við erum kannski svolítið einangruð inn í einhverju rými og út í víðáttuna að njóta golfiðkunar. Doctors confirm golf is good for your physical and mental health. Við sjáum þetta frekar auðvelt að selja hugmyndina hvað golfiðkun, hvað áhrif hún getur haft fyrir heilsun okkar. Og mér þykir vænt þessa mynd að þessir herramenn hann fyrir aftan eru komnir vel yfir nírætt, 92, 3, eitthvað svoleiðis. Og á hverjum einasta degi koma þeir í innæðastöðun okkar til þess að púta, drekka kaffi og spjalla, fara yfir hvað var í fréttum í gær og í dag og svoleiðis. Og sama tíma eru krakkarnir mínir sem að æfa golf að mæta á æfingu. Ég held að það sé ekki á mörgum stöðum sem að við náum einhvern veginn að sameina ólíka kynslóðir. Að því að koma aftur að svona þessum breyttu þáttum í nútímasamfélagi, þá er kynslóðunar kannski aðeins verið að sundrast. Það er meira bil á milli eldri og yngri. En golfið getur verið vettvangur fyrir alla og ólíkar kynslóðir geta átt samleið og geta spila saman golf í sama hópi og notið góðs af. Og ég hef haft áhuga á hvernig við getum með svona áhugaðum leiðum komið golfiðkun til sem flestra. Og þessar konur eru á þessum tímapunkti 92 og 93 og ég vann við rannsókn fyrir HÍ og Landspítalann í 2 ár þar sem voru með hreyfingu fyrir eldra fólk. Þær höfðu aldrei spilað golf en með því að vera með stærri kilfur og notað tennisbolti innandyra gátum við verið með golf fyrir þennan hóp og þær elskuðu það. Og á sama tíma, svipaleiti, þá var ég í HR og fór að velta fyrir mér, hvernig getum við þá hort í hinendan líka. Þannig að þarna er strákurinn minn rúmlega 2 ára og ég var að prófa alls svona leiðir fyrir hann til þess að svona kynnast íþróttinni. Með því að nota stóran bolta, bara létta plastboltana sem hann sparkaði í heima, þá hitti hann alltaf boltan, bara svona léttur svona strandplastbolti. Og hann elskaði að slá hann og sjá hann fljúga hann út í hinn endan. Þannig að við erum með 90 ár á milli, en samt geta báðir hóparnir notið þess að spila íþróttina. Og við erum með síðan allan hópinn þarna á milli líka. Þannig að við þurfum að hugsa svolítið út fyrir kassan og við þurfum alls konar velli, við þurfum stuttavelli, þurfum alls konar teiga, púttsvæði, af því að ef við erum sniðug getum við fundið verkefni við hæfi allra. Og við getum og þurfum að gera golf aðgengilegt sem flestum. Við fórum í átak fyrir nokkrum árum síðan í Nesklúbbnum, við náttúrulega erum að glíma við þau vandamál, við erum með 9 völl, við erum með 1000 manns á biðlista. En hvernig getum við virkað enn fleiri í starfinu? Þannig við vorum með 15 iðkendur og fórum bara í svona átak og erum nú með yfir 130 krakka sem æfa í hverju viku, meistaraflokk karla og kvenna og við erum að tala ef við ætlum að hafa golf aðgengilegt fyrir fólk á öllum aldri, akkur ættum að stoppa með skipulagðar æfingar fyrir krakka. Þannig að við erum komið með hópa núna 50+, 60+,
sem eru mjög vel sóttir. Golfið er komið inn í skólastarfið á Nesinu og það sem hefur alltaf verið, það hefur verið mjög öflugt kvennastarf, þannig við höfum lært svolítið af þeim. Nýjasta viðbótin að við erum komið með líkamsæfingar fyrir eldri borgara á Nesinu í hverri viku. Þannig að við getum kynnt golfið, en á sama tíma verið með svona heilsueflandi, getum kallað íhlutun, fyrir elstu borgarana á Nesinu á tíma sem að aðstæðan ekki nýtt. Og íþróttahreyfingin verður að hugsa svolítið út í þetta, hvernig getur notað aðstöðuna. Þannig að í dag erum við yfir 200 manns í hverri viku í þjálfun hjá okkur og næsta verkefni, ég veit að golfklúbbur Mosfellsbær hefur gert það, að vera með golfæfingar fyrir almenna kylfinga. Þannig að við þurfum að ná sem flestum inn í starfið til þess að fá sem mest heilsu áhrif frá þjálfuninni. Og við þurfum að hugsa að vera með íþróttafólk á öllum aldri, að þá þurfum að mæta þörfum hvers og eins. Þannig að munið er verkefni um hæfi, við getum alltaf fundið það. Elsti hópurinn þarf að vinna með viðbragð, samhæfingu, hraða, hluti sem að gagnast á golfvellinum, en hluti líka sem efla heilsuna utan golfsins, sem hafa góð áhrif á heilsu fólks í lífuna. Því að eins og við höfum talað um það, komið aðeins inn á hérna, að forvörn er lausnin ef við erum að sjá bara kostnað og álög heilbrigðiskerfi. Ef við setjum pening í forvarnir og pening í þjálfun og faglegunni starf, að þá er mjög líklegt að það skilir sig margfalt tilbaka til samfélagsins. Að lokum, ég er viss það út frá því sem ég hef verið að skoða og læra, að íþróttahreyfingin getur verið svona ein helsta heilsuauðlind okkar næstu áratugina og við þurfum að fá meira fjármagn inn í íþróttafélögin og ég myndi segja að það sé ekki endilega líkamsræktarstöðvar eitthvað svoleiðis sem að þurfa svolítið að taka ábyrgðina á fólk hreyfi sig, heldur þurfa að virka í íþróttafélögin og golfið getur verið í algjör fararbroddi þarna. Og síðan held ég að á næstu árum að þá þurfum við fleiri velli og við þurfum að minnka þetta svona þessa biðlista og fleira og við þurfum meiri aðstöðu, því án aðstöðu þá gerir svo lítið. En ef aðstæðan er til fyrirmyndar þá virkilega getur fólk komið inn og spila golf og notið þessa svona heilsufars ávinninga sem íþróttin hefur í för með sér. Og ef við tökum bara aftur í lokin með börn og skjátíma, að við vitum ekkert alveg hvert tæknin er að fara, en við vitum samt að við þrífumst ekki nema að vera að hreyfa okkur og vera í kringum og í aðstæðum sem eru heilsusamlega fyrir okkur. Þannig að skipulega íþróttastarfið á næstu árum, við verðum að halda vel utan um það og passa upp á að það sé aðgengilegt sem flestum. Takk fyrir mig. Takk, Steinn Bögur. Ég get sagt að ég spilaði handbolta og við vorum í bumbubolta eftir að við hættum við stelpunar og svo vorum við farin að sjá það var farið að halla undan fæti þar líka. Slysahættan var orðin aðeins of mikil, þannig að við ákveðum fyrir golf, af því það var eina íþróttin sem við sáum að við gætum spila þar til við værum orðnar eldgamlar. Og þetta er bara eitthvað besta sem við gerst fyrir þennan vinahóp. Við erum næsta dagskrá átti að vera Gauti Gretarsson sem að senda okkur smá vídeó. Við Hulda ákveðum að við myndum setja þann link inn á Facebook síðu viðburðarins, þannig að allir geta kynnt sér það sem að Gauti hefur að segja þar. Þannig að næstur er Janus Guðlusson, íþróttafræðingur, doktor Janus, og hann ætlar að fjalla um golfiðkun sem heilsueflingu. Gaman að sjá þig. Ágæti ráðherra, Willum, Þór, aðstofamaður ráðherra, Sigurjón, Hulda, forseti GSI, ágætu gestir sem hér eruð og heima sitjið, takk fyrir að bjóða mig.
Ég ætla að fjalla í stuttu erindi golfiðkun sem heilsueflingu og fannst ágætt að byrja á kannski að líta á hvað heilsuefling. Því mér langaði að spegla örlítið ávinningin af heilsueflingu við skilgreiningu embætti landlæknis. Og nú eru það 2 sem ráða ríkjum. Við vorum á heilsuþingi hjá heilbrigðisráðuneytinu daginn, þannig að ég lét teikna fyrir mig ágætismynd. Og þessi 2 ráða ferðinni hvað heilsueflingu varðar. Og ef við skoðum örlítið þessa skilgreiningu að efla heilbrigði með því að skapa fólki félagslega, menningarlegar og efnahagslegar aðstæður og umhverfi og ekkert síður að gera einstaklingunum kleift í samfélaginu að auka hreysti sitt og efla vitund og vilja til að viðhalda heilbrigði. Og golfið það endurspeglar, og ég ætla að reyna að færa sönnur á það. Ég fór í heimildaleit til þess að undirbúa þetta innlegg og sjá hvernig golfið getur endurspegla þessa nálgun. Ég ætla ekki að bera í bakka fulla lækin að fara að segja hvað golfleikur, þannig að þið veltið þessu bara upp. Ég tel að flestir viti það með þessar, ef við tölum þessar 18 holur að koma boltanum í þær á sem fæstum höggum, svo við förum hratt við sögu. En varðandi rannsóknir þá fór ég í þessa heimildavinnu og það rit sem gefið út reglulega af, við getum sagt bara golfklúbbnum hjá St. Andrews í Skotlandi og mér sýnist það á heimasíðu GSI að þið eruð að vísa svolítið í þessa skýrslu sem ákaflega áhugaverð. Þetta gefið reglulega þar út og þar segir vísindarannsóknir sína greinilega að það verulegu líkamlegur, andlegur og félagslegur ávinningur að fá tækifæri til að leika golf og við trúum því, segir Martin Slömbers, framkvæmdastjóri, að golfiðkun geti veitt fólki á öllum aldri frábært tækifæri til að efla eigin hæfileika, til að skemmta sér, bæta líkamlega afkastagetu og sinna félagslegri nálgun og svo framvegis. Ef við skoðum örlítið baklandið í þessari skýrslu, þá í rauninni fyrst að nefna skýrslu rannsókn sem gefin var út af Scandinavian Journal of Medicine and Science sem svona ákveðin tímamót þar sem golfleikur upp á líf og dauða, minni dánatíðni hjá sænskum golfleikurum. Ef við höldum áfram, þá þessi the relationship between golf and health, a scoping review, þetta svona yfirlitsgrein og þetta lykilgrein í rauninni, yfirlitsgrein sem fjallaði lykilhugtök og svona eyður í rannsóknum sem var búið að vera að skoða golf í gegnum árin. Hún kom út 2016 af British Journal of Sport Medicine og leiðandi tímaritt á sviði læknisfræði, íþróttalæknisfræði og reyndist mikilvægt til að skilja og auka vitund á heilsufarslegum tengingum og ávinningum golfsins og þetta var eitt mesta lesna tímarit á síðan vísinda á þessu ári 2016. Svo eru aðrar hér, einn frá Ástralíu og svo nýleg grein, Golf and Physical Health, yfirlitsgrein frá síðasta ári. Þannig ég að renna í gegnum þetta hér og ætla að setja upp 67 atriði sem helsta ávinning til að samfæra heilbrigðisráðherra, ekkert síður en þá sem að taka ákvörðun fjármagn sem varið akkurat í lýðheilsu og við þurfum að eiga rök til þess að færa sönnur á það að þetta sé í lagi. Eins og ég kom að orðum áðan, þá lífakylfinga 5 ára lengur. Þetta samkvæmt niðurstöðum vísindamanna í Svíþjóð. Tímamótarannsókn sem leiddi í ljós að 40% minni dánatíðni meðal 300.000 félaga í sænska golfsambandinu. Höldum áfram í atriði 2. Hún tengir svolítið líkamsstarfseminni. Golfiðkun hjálpar til að berjast gegn sjúkdómum. Og sjálfur ég að reka
mitt eigið fyrirtæki sem heitir Janus Heilsuefling með eldri aldurshópa. Ég að spegla mig svolítið í sömuleiðis í þessu niðurstöðu. Kemur lítið betur inn á það á eftir. En golf sem hreyfing, hún getur hjálpað til við að koma í veg fyrir og meðhandla 40 helstu langvinnu sjúkdómana. Þar á meðal sykursýki, hjartaáföll, heilablóðföll, brjósta- og ristilkrabbamein, þunglindi og heilabilun af einhvern toga. Þetta gífurlega mikilvægt fyrir samfélagið. Núna stöndum við á þessum tímamótum að það gríðarlega fjölgun í hópi eldri aldurshópa hérna hjá okkur. Og þetta einhvers staðar á milli 70, 80, 90% af dánatíðni þeirra í Evrópu liggur í heilsu, liggur í langvinnum sjúkdómum. Og Vilhelm nefndi það svo vel áðan að draga úr ég skrifa þetta niður, að draga úr álagi og heilbrigðiskerfið. Og það þýðir að heilbrigðiskerfið verður að hugsa út fyrir sinn ramma og fara að skoða aðra lýðheilsu í landinu sem fyrirbyggjandi meðferð við langvinnum sjúkdómum. Ég veit þetta alls. Aðrar rannsóknir bentu á áhættuþætti hjarta- og æðasjúkdóma, heilablóðfalls og kólesteról blóðþrýstingur betur settir hjá hópum sem iðka golf. Höldum áfram. Aðeins hvað þetta var og ég að spegla þetta svolítið í starfinu hjá okkur. OECD tók út starfið okkar nýlega og gaf út skýrslu, langa og mikla skýrslu á lok síðasta árs og þar komist að þessu. Þátttaki verkefni okkar kemur í veg fyrir 480 tilfellir í langvinna sjúkdóma árið 2050. Þar á 37% hjarta- og æðasjúkdóma. Og þáttakan leiðir af sér gífurlegan fjárhagslegan sparnað fyrir samfélag. Ég sé alveg golfsambandi geta endurspeglað sig í okkur eða við í þeim. Og ég veit að Vilhelm þekkir þessa skýrslu og ég bara skora á hann að halda áfram þessari góðu vegferð sem hann á. Þriðja atriðið tengist einnig hjarta- og æðakerfinu. Golf hófleg hreyfing í meðallagi. Hófleg virkni svo virkni sem fær því til að hreyfa því hratt eða nógu mikið til að brenna 3 til 6 sinnum meiri orku á mínútu en þegar þú situr. Og þá varðandi jafnvægi og vöðvaþol, þá styrkist það hjá eldri aldurshópum eða eldri borgurum sem stunda golf og með því að leika golf þá einnig líklegt að bæta hjarta- og æðakerfið, öndunarfæri og efnaskipti. Og mér langar í þessu framhaldi aðeins að flækja ykkur svolítið. Eitt efnaskiptagildi skilgreint eða met sem það magnsúrefni sem notað með að setja þeir í hvíld og jafngildi 3,5 millilítrum af súrefni á kíló líkamsþyngdar. Þannig að svona æskileg hreyfing hjá okkur sem hér sitið inni og þið sem sitið heima, já, hún þarna í kringum 3 mett núna hjá ykkur, sko. Það vil aðeins minni. En við viljum koma þessu hreyfingunni inn í 4 til 6 mett. Þetta það sem við erum að stefna með eldri borgarna hjá okkur og þetta það sem golfið að endurspegla. Það þessi hreyfing upp á svona milli 4 til 6 mett, hún svona í kringu 5 mett eins og þið sjáuð hér uppi. Það ekki nóg bara að vera á æfingaseðinni, ég þarf að fara að leika leikinn og almennt þá ég komið svona í kringu 5 mett sem svona æskileg hreyfing og þá ég að uppfylla þessa daglegu þörfum daglega hreyfingu. Ef golfiðkun hún yfir eða undir daglegri hreyfiþörf, þegar við erum að leika 18 hólur, þá erum við að ganga svona í kringum 6,5 til 8 kilometra, ég vil öllítið meira. Kylfingur brennir 2000 kaloríum meðan á leikstendur og svo hann að ganga 13.000 skref. Fyrir eftir í hver vel hann hitti boltan á vissu. Og þá skrefatíðnin, sko, hún mikið, hún hærri í rauninni en þessi daglega hreyfiþörf sem á milli 30 til 60 mínútur. Þannig við erum að ná þessu þarna inn í gegnum golfleiki. Þetta á öllu líkindum hluti af skýringunni á langlífinu. Fjórða atriði, félagsleg samskipti, fara svolítið hratt yfir sögu, ég búin að fá gula spjaldið, dragur hætt á kvíða, þunglindi, vitglöpum og
bættri vellíðan, sjálfsmynd og sjálfsvirðingu. Og svo skortur á félagslegu samskiptum hægt að takast á við með þátttöku í golfi. Og sýndu þau verið fram á að félagslega einangrun stæðsti heilsufarslega áhættu þáttur hjá eldrahópi. Þess vegna fórum við á stað á síðasta ári. Ég ætla að bjóða Villu velkomin og forsetann líka. Við vorum með Janus Open nefnilega síðast, bæði á Nesunu og í Hafnarfirði. Og munum taka það upp líka á þessu ári. Og það gekk einstaklega vel. 5. atriðið þarf að ganga er betur en að nota golfbílinn. Við getum farið hratt yfir sögu hér. 7. atriði, ávinningurinn er verulega þyngra en áhættan. Þannig að meiðslatíðni er einhver í golfi en hún er alveg þess virði að halda áfram að spila sem fylgir þáttöku þar með talin veikindi og hlutfall meiðsla er frekar lágt í golfi. Og svo í 7. lagi, og það síðasta, sem er að mörguleiti áhugavert, það er að flestir íþróttaviðburðir þeir takmarka áherendur við sæti. Þannig að þetta er kannski hvatning fyrir golfsambandið að hvetja menn að fara á leikinn, þá náður þessum 6-8 kilometrum með að fylgja einstaklingunum eftir þessum 18 holum sem þeir eru í. Og leyfa henni Brooke Henderson að eiga lokaorðin. Ég tel það sé mjög mikilvægt fyrir fólk að átta sig á því hversu góð golfiðkunin er, ekki aðeins fyrir líkamlega heilsu, heldur einnig fyrir andlega og félagslega þætti. Það geta eignast vini á vellinum og tengst fólki eru öllu mikilvægt. Íþróttin býður upp á svo marga heilsufarslega kosti. Takk fyrir mig. Takk, Janus. Þá er það síðasti fyrirlesarinn sem er hún María, sem er golffélagi minn. Og að því Janus var að tala skrefin, að þá vinn ég með það að reyna að ná sem flestum skrefum á golfhringnum, með að vera svolítið út og suður. Ég næ fleiri skrefum. Já. Gerðu svo vel, María. Takk fyrir. Ágætu fundargestir. Janus tók að mér ómagi með eitt og annað sem ég ætlaði að segja, en það er allt í lagi, Janus, þér er fyrirgefið. Þannig að golf, langlíf og heilahreysti, ég mun þó ekki tala mikið langlífi, fyrst að það er búið að dekka það. Það má kannski geta þess að þeir sem hafa lægri forgjöf, þeir komi betur út, þannig að þeir hefði meiri ávinning á golfinu, en þeir þá væntanlega búin að vera lengur í golfi, þannig að það skiptir máli. Þannig að við sem erum að bögglast í þessu, byrja seint, við verðum bara að vona það besta. Áður en lengri haldi þá er kannski gott að rifja upp, það eru meira en 60 milljónir á heimsvísum sem stunda golf. Það var nú farið tölur hér áðan, en meira en 23.000 Íslendingar á Íslandi eru skráðir í klúbba og meiri hluti er yfir 50 og konur aðeins eldri en karlmenn. En til þess að við getum notið þessara auka ára, þá þurfum við náttúrulega að huga heilahreysti. Vegna þess að það er lítið gaman af auka árunum ef við getum ekki notið þeirra. Og hvað er heilahreysti? Það vísar í ástand heilans, þannig að við getum skipt í tvennt. Það vísar í ástand heilans, útlit hans og þarna sjáum við heilbrigðan heila þarna vinstra megin. Og svo skiptir náttúrulega andleg líðan máli og hugræn geta. Og ástand heilans og hugræn geta hans, það fylgist ekkert endilega að. Þannig að heilin getur verið óheilbrigður upp að vissu marki en hugræn geta eðlilega. Og þarna kemur til skjalana hugtakið heilaforði eða hugrænt forði. Og þá gildir að við erum að safna í sarpinn alla ævi. Og við getum safnað, við getum litið á þetta svona eins og vikt og við erum með plús og mínus. Og við viljum náttúrulega að plúsin sé hærri. Og þetta fæst með því að hugsa almenna heilsu og þar með heilan
mennta sig, það er hinn félagslega samvera, hreyfing, svefn og svona ögrun, að ögra sjálfum sér, prófa nýjungar, vera stefnað einhverju og golfið vissulega hefur það eins og þegar hefur komið fram. En við auðvitað komum ekki í veg fyrir sjúkdóma með því að stunda golf, en við getum kannski senkað ýmsu og stuðlað að bættu heilbrigði. Það er lítið til tengsl golfs og andlegrar heilsu, eða eins og á ensku sagt mental health, og í yfirliti sem var unnið og sem Janus vísaði í, þar sem voru teknað saman 301 rannsókn heilbrigði og golfiðkun, að þá var það megin viðfangsefni innan við 10% rannsóknarna, þannig að þetta er ekki mikið rannsakað og það er engin rannsókn sem er sérstaklega beinist að heilabilun og golfi, en við vitum heilmargt sem gerur okkur kleift að álykta gagnsemi golfs til aukins heilbrigðis. Þessi mynd er úr Lancet 2020 og þarna er búið að setja upp hvernig er hægt að fækka tilvikum heilabilunar með því að haga lífinu rétt. Og þið sjáuð að lítil menntun er einn aðal áhættuþátturinn og við byrjum nú flest kannski í golfi þegar menntun er lokið. En þið sjáu hérna, háur blóðþrýstingur, ofurmikil alkohólneysla, ég ætla aðeins að tala það seinna, það tengist aðeins inn á golfið, offita, þunglindi, einangrun, félagsleg einangrun og hreyfingarleysi. Allt þetta eru áhættuþættir fyrir heilabilun og því að sjáu að allt þetta, við getum barist gegn öllu þessu í golfi. En heilahreysti, við verðum að huga henni alla ævi. Það þýðir ekki, það er ekki gagnslaust að byrja seint, en það er best að byrja fyrst með góðri menntun og svo á miðju æviskeiðinu og seinna þá koma hinir áhættuþættirnir sterkt inn. Hérna á Íslandi þá erum við fæst með bíl. Það hefur verið meira í Ameríku en það jókst heilmikið í COVID-inu að þá fór fólk að ganga, sem er mjög jákvætt. Mér finnst þetta bara svona skemmtilegu punktur. Við verðum að ganga. Til viðbótar við hreyfingu og félagslega samveru hefur golf auðvitað hugrænan þátt. Það er hins vegar mjög lítið til af rannsóknum tengsl golfiðkunar og hugræna getu, en hér er japansk rannsókn frá 2018. Og þetta er það sem heitir Randomized Controlled Trial og það er gullstandardinn á því að athuga hvort einhver meðferð eða inngrip hafi gagnleg áhrif. Og þarna er fólki þá skipað tilviljunarkennt í 2 hópa og þetta voru ekki golfarar. Þetta voru bara fólk sem eru ekki iðkað golf og það var sem sagt yfir 65 ára og höfundarnir geta þess tína til þá þætti sem þeir telja mikilvægi í golfi. Skipulag, strategíur, ýmis konar sjónarænhæfni, einbeiting og allt þetta. Og niðurstaðan var svo, þeir voru með inngrip í 24 vikur, 53 fengu golfþjálfun, hinir voru til samanburðar og fengu bara svona tilmæli að reyna að lifa nú heilbrigðu lífi. Golfæfingarnar var niðurstaðan geta hugsanlega bætt minni þeirra sem eldri eru, en þetta hafði engin áhrif á aðra hugræna færni í þessari rannsókn. En það hefur bara oft gengið mjög illa með svona rannsóknir. Þetta byrja náttúrulega seint, þetta er bara 24 vikur og þetta dregur á engan hátt úr mikilvægi þessara myndar sem ég sýndum áðan áhættuþætti fyrir til dæmis heilabilun. Það leynast hættur í golfinu. Við erum ekki leiðilegt að enda þessum leiðindanótum hér. En mér fannst ég þurfa að nefna þetta. Af því að eins og ég talaði áðan, við söfnum forða, en við verðum líka fyrir áföllum. Við getum orðið fyrir slysi, alls konar andlegum áföllum
Og þetta fyrir yfir ævina, þá vegur þetta svona, sem sagt, þetta spilar saman en við viljum koma út í plús með meiri forða, þrátt fyrir áföll. Það ekki endilega vont, þetta þýðir ekki það að menn þurfa að vera bindindismenn, af því að ýmsar rannsóknir hafa leitt í ljós að það hófleg áfengisneysla bara allt í lagi. En þetta fannst mér áhugaverð rannsókn og hún, sem sagt, þeir höfundarnir benda á þá augljósu staðreind að áfengisneysla sé sennilega samofnar í golfi heldur en ýmsum öðrum íþróttum. Og það náttúrulega þessi félagslega samvera, fara og fá sér að borða og fá sér drykk eftir spilið, sem ofsalega mikilvæg og ofboðslega skemmtileg. En þátttakendur í þessari rannsókn voru tæplega 340 og þeir sagðu frá golfiðkun sinni og áfengisneyslu sem tengdist henni og niðurstaðan var sú að samanborið við aðra þá neyddu golfarar mun meira áfengis og í sumum tilvikum töluvert miklu meira. Og þessu fylgja auðvitað fleiri kaloríur og svona sem hérna kannski ekki gott og þannig að höfundarnir niðurstaða þeirra sú að í sumum tilvikum þá eyðileggur fólk ávinning golfsins með því sem kemur á eftir golfinu. Þannig að ég legg þetta bara hér fram. En við skulum samt ekki hætta að fara að borða en það má kannski og drekka eftir golfið, það má bara kannski hafa þetta í huga. Gangið hægt gleðina dyr. Þannig að ég búin. Takk fyrir. Já, þessi mynd lýsir því að við maður reynum að fá eins mörg skrif út úr hringnum og mögulegt í hvert skipti. En ég ætla að þakka öllum sem að komi hér og töluðu, þakka þeim sem voru í sal, þeim sem eru heima og ég held að þetta sé málefni sem að við getum klárlega tekið eitthvað lengra. Það verður sem sagt gögnin fara inn á golf.is og viljum minn, árum ferð getum við smelta einni mynd, það hægt? Já. Með fyrirlesurunum. Takk fyrir.